Við skulum spjalla aðeins milligildisetninguna. Þetta er eina mikilvægu setningunum í stærðfræði 1 og þetta er nefnilega undirstöðu setning í stærðfræðigreiningu. Og hún er ágætt til að æfa aðeins stærðfræðilega röksemdafærslu, svo við notum hann í það. Og til þess að sanna setninguna, meðalgildisetninguna, og skilja alveg hvernig hún virkar, þá þurfum við nokkra hjálparsetningar. Og það er mjög fínt að við förum í gegnum þær, þá svona aðeins líka förum við yfir fræðin sem við höfum fengið hingað til og notum þau aðeins hérna í sönnunum. Þannig að þetta er aðalega til að sjá hvernig við notum fræðin sem við höfum verið að nota, að læra, til þess að sanna setningar. Ekki að því að læra setninguna utan af, lítið vit væri í því, en skilningurinn skiptir máli. Nú við byrjum á þessari hjálparsetningu sem heitir setning Rolle og hún segir eftirfarandi: ef við erum með samfellt fall, þá segjum við látum G vera samfellt fall. Það er samfellt á einhverju lokuðu bili frá A til B, þar sem A er minna en B, og það er diffranlegt á opna bilinu frá A til B. Munið við tölum alltaf að fall sé diffranlegt á opnu bili. Getur ekki verið diffranlegt í endapunktum bils. Svo segir setningan, ok, þar erum við búin að setja fram forsendunar. Ef að fallið er þannig að G af A sé jafnt og G af B, þá er til C sem er á bilinu A til B, opna bilinu frá A til B, þannig að G-gildið í þessum punkti, afleiðan í þessum punkti þar að segja, er 0. Ok, það sem þegar maður les svona setningu, þá er maður alltaf að reyna að sjá fyrir sér hvað er hún eiginlega að segja manni. Þegar maður les textan bara með bókstöfunum, þá segir hún manni ekki svo mikið. Pröfum að tekna mynd. Svo ætlum við að sanna þetta. Ok, ég er með eitthvað fall. Og eina sem ég veit fallið, að það er skilgreind á einhverju bili frá A til B, þar sem það er samfellt og diffranlegt, og fallgildin í þessum tveimur punktum er það sama. Þannig að hérna er sama fallgildi hér. Þetta er G af A sem er aftur G af B. Þetta er G af A er hérna, G af B er hérna. Ok, þetta er sama gildið. Þá segir setningin, þá hlýtur að vera til eitthvað sé hérna á milli. Segjum að sé hér. Það þarf ekki að vera hérna, bara einhver staðar á milli A og B. Þannig að afleiðan í þessum punkti sé jafnt og 0. Ok, af hverju gildir þetta? Nú, þetta gildir vegna þess að það eru tveir möguleikar. Annað hvort ég með fastafallið og ég fá bara beinustu leið hérna á milli. Þá sjáum við, þá er þetta bara lárétt lína og afleiðan er 0 allstaðar. Ef þetta er ekki fastafallið, þá hlýt ég að hafa einhvern tímann farið annað hvort fyrst upp, ef ég fyrir upp þá verð ég að fara niður og af því að þetta er samfellt og diffranlegt, þá er afleiðan einhvers staðar 0 á leiðinni. Það er eitthvað topppunktur þarna. Eða ef ég byrja að fara niður, nú þá þarf ég einhvern tímann að fara upp aftur til að komast hingað og þá er hvað lægsta gildi þarna einhvers staðar snertill sem hefur afleiðuna, sem er hallatöluna 0, sem láréttur snertill. Og sönnunin er í raun og veru þetta, það sem maður vísar í viðeigandi setningar, sem að segja manni þetta. Við ætlum að pröfa að skrifa upp sönnunina. Og við skiptum upp í 2 tilfelli, við segjum. Fyrsta lagi, ef fallið er fasti, þetta G sem ég er með, ef það er þannig að það er alltaf bara jafnt og einhver fasti G af A fyrir öll x á bilinu, sem sagt ég fæ alltaf sömu töluna alveg sama hvað ég setja inn fyrir x, nú þá veit ég að þetta er lárétt lína og þá er G merkt af x, afleiðan sem sagt, 0 allstaðar. Ok, þannig að þetta á fyrstu mælingum vorum bara með lárétta línu, þá er afleiðan allstaðar 0. Þá er það hinn möguleikinn. Við erum ekki með fastafallið. Nú, ef fallið G er ekki fastafallið, þá verður fallið að taka hæsta gildi sitt eða lægsta gildi sitt einhvers staðar á milli A og B.
Og þetta gildir samkvæmt reglu sem númer 334 í glósunum. Og auðvitað munum við ekki hvaða regla nákvæmlega það var, en við getum flett því upp. Og sjáðu hérna birtist hún, setningin númer 334 sem við vorum að byggja þetta á. Þetta heitir útgildissetningin. Hún segir að ef F samfellt fall á bili A til B, það sem A er minni en B, þá til P á milli A og B, þannig að fallgildi í P sé minna eftir fallgildi í X fyrir öll X á bilinu A til B. Það er til eitt gildi sem alltaf minna eða jafnt og hin gildin. Það má vera jafnt og öll hin gildin, en það er eitt minnsta gildi. Og þetta gildi fyrir föll sem eru skilgreind á lokuðu bili. Við tókum sáum dæmi þar sem að fallið var skilgreind á opnu bili og þá er þetta ekkert endilega tilfelli. Það getur alveg verið tilfelli samt. Setningin segir samt þetta að það er alltaf til lægsta gildi og svo líka hérna til Q, þannig að fallgildi sé alltaf stærra eða jafnt og hin gildin. Þannig það er bæði til hæsta gildi og lægsta gildi. Eða þú ert með fall sem er skilgreind á lokuðu bili. Ok, notum þetta í setningunni, í sönnuninni. Fyrir meðalgildisetninguna, skulum við fara tilbaka í sönnunina. Okay. Við erum komið með þetta, það hlýtur að taka hæsta gildi sitt eða lægsta gildi sitt á bilinu. Okay. Hvað var það sem við vildum sýna? Við vildum sýna að það væri til, færum okkur bara hérna þess, förum aftur setninguna, væri til eitthvað sé á milli A og B, þannig að afleiðan í þessum punkti væri 0. Okay. Það kemur beint út frá þessu með hæsta lægsta gildi, ef við skoðum reglu 425. Fyrir að skoða hana. Flettum henni líka upp í glósunum. Hún er hérna regla 425. Svo við látum F vera fall sem er samfellt á bilinu A til B og different á bilinu, opnu bilinu frá A til B. Svo að skilirinn er uppfyllt, sem við erum með, því að við erum akkurat að tala um svona föll. Ef F tekur hæsta eða lægsta gildi sitt, sem okkar gerir samkvæmt þess sem við vorum að skrifa, í einhverju gildi C á milli A og B, þá segir setningin, þá er afleiðan þar 0. Og þetta er akkurat það sem okkur vantar upp á. Þannig að við klárum sönnunina. En þá samkvæmt reglu 425, afleiðan í punktinum 0. Og þá erum við búin að sanna þetta, þá getum við að skrifa hérna QED og sem við vilja gera kassa sem er litið inn í, en það sem skiptir máli er að við erum búin að sanna þetta, sönnunin er lokið. Ok, þetta var bara hjálpasetningin. Nú förum við í aðalsetninguna, við ætlum nefnilega að nota þessa niðurstöðu á eftir þegar við skoðum meðalgildisetninguna. En pröfum að skrifa fyrst bara hver meðalgildisetningin er og reynum að skilja hvað hún er eiginlega að segja okkur. Ok, hún birtist hérna fyrsti hlutinn. Meðalgildisetningin segir, látum F vera fall sem er samfellt á lokaðabilinu frá A til B og diffranlegt á opnabilinu frá A til B. Ok, það er setning sem fjallar samfelld og diffranleg föll. Svo segir setningin, þá ef að fallið er þannig, þá til C á opnabilinu á milli A til B, þannig að afleiðan í punktinum C sé F af B mínus F af A deilt með B mínus A. Það sé til C þannig að afleiðan sé akkurat þessi þarna að tala. Ok, aftur skulum við reyna að skilja hvað það þýðir með því að teikna smá mynd. Við teiknum hérna eitthvað samfellt diffranlegt fall. Til dæmis þetta hér. Þetta er fallið mitt F. Og ég sé að það er samfellt og það er diffranlegt bara með að horfa á myndina og við erum búin að æfa það pínu með þetta, hvernig föll sem eru samfellt, hvernig föll sem eru diffranleg. Segjum nú að þetta sé fallið mitt. Þá hérna ætla ég að hafa þetta sem endapunktur minn A og þetta hérna sem endapunktur minn B. Þannig að fallið er skilgreind á þessu bili og samfellt á diffranlegt þar. Nú, hvar er F af A? Það er hérna. Og hvar er F af B? Það er hérna. Láta hennan fara aðeins lengra. Þannig að ég er með fallgildið í A og fallgildið í B. Ok, hvað stærð er nú eiginlega þetta hérna? Þetta er F af B minus F af A, þess að breyting í y-ás, deilt með breytingu x-ás. Þetta er þess að hallatala, meðal hallatala á bilinu. Þess að hallatala, ef ég tengi hérna þessar tvær línur, þessar tvo punkta með beinni línu, þá er þetta akkurat
hallatala þessara línu? Ok, þetta er sem sagt einhvers konar meðal hallatala þarna á bilinu. Og hvað segir setningin? Hún segir, þessi hallatala hlýtur að koma fyrir á fallinu, einhvers staðar á leiðinni. Einhvers staðar hlýtur hallin að vera nákvæmlega þessi. Einhvers staðar hlýtur sem sagt að vera snertill sem hefur nákvæmlega þennan halla. Og hvað sjáum við ekki? Það er svona sirka, ef að segja þessi hér. Það var hallin akkurat svona. Og líka reyndar hér. Akkurat í þessum punkti væri þá þetta sé og akkurat í þessum punkti væri þá þetta sé. Setningin segir ekkert hvort það komi oft fyrir eða hvort það komi bara einu sinni fyrir. Hún segir bara það er til svona tala, þær gætu þá verið margar. Og hvernig á maður að segja þetta með öðrum orðum, hvernig ætlaði að útskýra þetta í næsta boði með frænku sem spyr hvernig gengur í verkfræðinni. Já, hvað getum við sagt? Það er einhver meðal hallatala. Við getum sagt til dæmis, ef við keyrum á milli tveggja staða, segjum við keyrum frá Reykjavík upp á Akranes og við keyrum með samfelldum hraða, við stoppum hvergi á leiðinni. Segjum að við hefum keyrt á meðalhraðanum 50 km á klukkustund, þá hljótum við einhver tíman á leiðinni að hafa keyrt á nákvæmlega 50 km á klukkustund. Einhver tíman á leiðinni var akkurat það hraðinn ef það er meðalhraðinn minn alla leiðina. Ok, snúum okkur þá að því að sanna þessa setningu. Hérna fyrst reynum að fá mynda hvað er hún eiginlega að segja okkur og svo skulum við reyna að sýna hvort við getum sýnt fram á að þetta sé alveg rétt, að það sé alltaf til svona sé. Ok, þessi sönnun byrjar á maður býr til fall. Við búum til fall sem heitir G. Ég ætla að láta þetta G vera skilgreind á lokaðabilum frá A til B yfir í rauntölur. Og það gefið með formúlunni G af x er rétt og f af x. F er sem sagt fallið sem kemur fyrir hérna í setningunni, fallið sem umræðir, mínus, og svigi opnast f af a, pluss f af b mínus f af a, deilt með f b mínus a, sinnum x mínus a. Ég bjó til fall. Ok, hvernig fekk ég hugmyndina því? Ég hugsaði mig lengi og í raun og veru að það er náttúrulega ekki ég sem fekk hugmyndina, en það var ekkert að fikra sig áfram við að smíða það. Segjum nú að ég gef ykkur bara þetta fall og þið þurfum ekki að hugsa hvaðan það kom. Og við ætlum bara að skoða þetta fall með öllum þeim fræðum sem við höfum lært hingað til. Þá segi ég, fyrsta lagi segi ég, þetta er samfellt fall. Hvernig veit ég að þetta er samfellt fall? Já, og við skulum bara færa okkur hérna upp. Hvernig veit ég að þetta er samfellt fall? Þetta er búið til úr f af x sem var samfellt. Þetta er fasti er alltaf samfellt og hér er fasti sinnum x, sem sagt margliða. Þannig að þetta er klárlega samfellt fall, þetta er búið til úr tveimur samfelldum fallum, margliðu og f af x. Það ætla að segja, G er samfellt. Það er samfellt allstað þar sem skilgreint á öllu bilinu A til B. Og svo segi ég, og þetta er líka diffralegt fall. Og akkur er diffralegt vegna þess að það er búið til úr margliðu og f. Og f það gefið í setninguna væri diffralegt. Og það er diffralegt. Ok, nú ætla ég að reikna út tvö fallgildi. Ok, ég ætla að fara aftur í, betra að lesa bláa pennan, förum aftur í hann. Pröfum að sjá hvað gerist ef ég setja inn a fyrir x. Þá fæ ég hérna f af a, ég fæ f af a breytist ekki, er ekkert x þar, pluss f af b mínus f af a, deilt með b mínus a, sinnum a mínus a. Aha, þetta verður 0 hérna, þetta er 0 og eftir stendur þá f af a mínus f af a, það er líka 0. Þannig að g af a er sem sagt bara 0. Ok, skrifum það. Reiknum þá líka hvað g af b er. Það er hérna, setjum b inn fyrir x mitt hérna. Þá segi ég, það er f af b mínus
svigi opnast, f af a breytist ekki, ekkert x þar, f af b mínus f af a deilt með b mínus a sinnum b mínus a. Ok, hvernig get ég einfalda þetta? B mínus a hér styttist út á móti b mínus a þannig. Þá stendur hérna f af b mínus f af a, heimsvegan áfram, pluss f af b mínus f af a. Ok, f af a mínus f af a stendur hérna, það er 0. Og eftir stendur f af b mínus, eða mínus hérna fyrir utan, mínus f af b. Aftur, 0. Þannig að þetta er 0. Aha, þannig að við erum búin að finna hérna fall g sem er þannig að það er 0 í a og 0 í b. Nú, setning Rolli er sem sagt uppfyllt. Sem sagt, g af a er jafnt og g af b, það er það sem skiptir máli. Og það er þetta. Þarna, svona. Svo setning Rolli er uppfyllt. Ok, hún segir, svo til er C að opna bilinu frá A til B, þannig að afleiðan í þessum punkti C fyrir falli G, afsakið, við erum að tala um falli G, er 0. Ok, hvað þýðir það fyrir fallið okkar G? Ef við tökum fallið okkar hérna og við diffrum þetta fall, hvað fáum við þá? Byrjum fyrst bara að diffra sem falla af x og skulum við setja x jafnt á c. G diffrað, þá fæ ég hérna fyrst f diffrað, ok? Mínus, f af a er fasti, þannig að ég diffra hann og fæ 0. Svo er f af b mínus f af a deilt með b mínus a, það er fasti. Sinnum x mínus a, þannig að ég fæ fasti sinnum x getið þið hugsað. Það eftir stendur bara fastinn. Og svo fæ ég þessi hérna fasti sinnum þetta hérna a, það er bara fasti sinnum fasti, ég diffra hann, fæ ég 0. Þannig að þetta er það sem stendur eftir. Og svín er ekki lengur þarfur hérna, það er bara einn liður hann inn í sveganum. Og ég er búin að sýna fram á að það sé til c þannig að þessi afleiða sé 0. Ok, pröfum að setja x eftir á c. Þannig að þetta hérna x verður c. Og þetta hérna x verður c. Og reyna að stróka út með puttanum, það gekk ekki alveg. Ef ég afleiðan í þessum c er 0. Hvað er ég þá komið með hérna? Er ekki komið með akkurat setninguna? Sem sagt, ef ég umskrifa þetta aðeins, stendur f merkt í c er jafnt og f af b mínus f af a deilt með b mínus a sem var akkurat það sem ég vildi sýna. Okay. Í næstu vídeóum eftir koma svo nokkur dæmi þar sem við notum setninguna, en þetta var bara yfirferð á hvað setningin segir og hjálparsetningar og svo svona æfing í þessari stærðfræðilegu röksemdafærslu sem er mikilvægt að maður reyni að skilja og tileinka sér. Segjum þetta gott.